Kvika undir Svartsengi náði 11 milljónum rúmmetra í gær sem jafn mikið og í síðasta kvikuhlaupi. Auknar líkur eru á eldgosi frá og með deginum í dag og viðvörunarstigið á Reykjanesskaga hefur verið fært upp á næst efsta stig. Síðasta eldgos kom upp norðaustur af Stóra Skógfelli 16. júlí. Frá því að það hætti 5. ágúst hefur landris við Svartsengi verið stöðugt og innflæði kviku verið jafnt og þétt. Kvikumagnið hefur nú náð 11 milljóna rúmmetra mörkunum og því fer þrýstingur í kvikuhólfinu vaxandi og líkur á eldgosi aukast með hverjum degi. Í gær teljum við að hafa náð þessum mörkum að það sé komið jafn mikið inn í kerfið og fór út síðast. Og hvað þýðir það? Þá er kerfið bara tilbúið, þá er spennan orðið það mikil að það gæti náð að koma upp á yfirborðið. Það þýðir samt ekki að það gerist alveg strax. Það er svolítið misjafnt hversu mikið kemur inn í kerfið þangað til eitthvað fer af stað. Veðurstofan hefur því fulla ástæðu til að hækka viðvörunarsstigið í næst efsta stig sem þýðir aukna vöktun og eftirlit. Líklegast er að eldgos verði á svipuðum slóðum og síðast, einhvers staðar á milli Sundhnúks og Stóra Skógfells. Sigríður segir að það gæti gerst í dag, en þó sé líklegra að það verði eftir einhverjar vikur. Svo gæti það gerst að flæði kviku hætti og allt stöðvist eða jafnvel færist milli kerfa á Reykjanesskaga og eldgos kæmi þá upp allt annar staðar. Allt er þó með kyrrum kjörum og engin merki að gos hefjist á næstunni. Líkunin segja okkur að það bendi allt til þess að það komi upp eitthvað fyrir jól. Því að efri mörkum verður náð einhvern tímann seinni hlutar í desember. En svo gæti bara kerfið og hegðunin breyst aðeins og þá breytist allar forsendur og við þurfum að reikna allt upp á nýtt. En eins og staðan er núna þá líklegast kannski að gerist eitthvað fyrir jól. Jarðgöng eiga ekki að vera lúxus, segir samgönguráðherra sem kynnir nýja samgönguáætlun í október. Hann segist óbundinn af fyrri áætlunum og hafnar ásökunum kjördæmapot. Ég fór austur og spurði rökin fyrir því að taka Fjarðarheiðargöng fram yfir Fjarðargöng, hver var rökin fyrir því? Það var það sem ég var að spurja og það allir titringi að ég skildi gangast kannski svolítið hart í að óska eftir þeim rökum. Fjarðarheiðargöng eru fyrst í gildandi samgönguáætlun. Þau eiga að liggja milli Egilsstaða og Seyðisfjarðar. Sveitarstjóri Múlaþings hefur gagnrýnt orð ráðherra að óvíst væri hvort þau yrðu fremst í næstu áætlun. Eyjólfur ítrekar að samgönguáætlun verði byggð á þjóðhagslega mikilvægum rökum fyrir landið allt. Fjarðarheiðargöng sem þú ert að spyrja það er gríðarlega dýr framkvæmd, það er 60 milljarðar króna. Þetta myndi soga upp fjármagn þá, alveg gríðarlegt fjármagn næstu áratugi nánast. Þá bendir Eyjólfur á að Fjarðarheiðargöng skapi ekki hringtengingu. Það myndi kalla strax á önnur göng sem er þá 10 önnur göng sem eru Fjarðargöng. Fjarðargöng eiga að tengja Seyðisfjörð og Neskaupstað. Þau myndu skapa nýja hringtengingu mið Austurland, ólíkt Fjarðarheiðargöngum og eru númer 6 í núverandi forgangsröðin. Sveitarstjóri Múlaþings hefur jafnframt bent á að 2 af 3 nýskipuðum fulltrúum samgönguráðs séu úr norðvestur kjördæmi. Formaður ráðsins tekur fram að hann hyggist vinna eftir bestu sannfæringu og getu. Það sé þörf og ákall víða jarðgöng en allar ákvarðanir séu á höndum þings og ráðherra. Myndum bara vilja benda á í því samhengi að það er búið að álykta þessi Álftafjarðargöng nokkuð oft síðan 2000 í það minnsta og þetta hefur oft komist inn á áætlun og dottið út aftur. Ég held að þörfin hafi ekkert breyst. Álftafjarðargöng eru þau 50 í röðinni samkvæmt núgildandi samgönguáætlun og þau fyrstu sem ráðist verður í á Vestfjörðum. Vegna starfa sinna í Súðavíkurhreppi þá þekkir hann betur en flestir þörfina á bættum samgöngum. Ég hef samúð með öllum sem að búa við ótryggar samgöngur og hvað þá hættulegur. Og ég held að þetta sé bara nákvæmlega atriði. Ég fæ alltaf ákveðna tilfinningu í maður þegar að fer að hausta og gerir ráð fyrir því að það sé ekkert öðruvísi annars staðar á landinu. 60% eldra fólks sem leggst inn á Landspítalann vegna veikinda þjáist líka af vannæringu. Prófessor í næringafræði segir þetta fólki meiri hættu á að slasast alvarlega á spítalanum og heima fyrir. Þetta kemur fram í nýrri rannsókn þar sem sérstaklega var litið til næringarástand sjúklinga og slysa þar sem fólk missir jafnvægið og dettur. Sjúklingar yfir 65 ára aldri eru í sérstökum áhættuhópi því þar eru tilfellin flest og alvarlegust. Niðurstöðurnar eru í samræmi við erlendar rannsóknir. Eldra fólk sem dettur inn á spítalanum er
líklegra og verulega líklegra að vera vannært og við getum líka tengt við það að þeir sem eru vannærðir að þeir deyja frekar út af byltunni eða eru alvarlega slasaðir út af þeirri byltu. Fólk komi vannært inn á spítalann í sumum tilvikum eftir langvarandi veikindi. Hvað veldur þessari vannæringu? Það eru mjög margir þættir. Við horfum fyrst og fremst á lyf sem draga úr matarlyst og svo líka að þú taka kannski 15-20 lyf þá ertu komið með fullan maga af lyfjum og við sjáum bara að það eru allar rannsóknir allan heim sem sýna að þú tekur fleiri 5 lyf á dag þá eru meiri auknar líkur á vannæringu. Það þarf ekki meira en þetta. Ólöf segir mikilvægt að fólk borði reglulega á hverjum degi, þar af eina heita máltíð og drekki minnst 1,5 lítra af vökva. Ef þú búin að stíla, þú borðar ekki nóg, þá náttúrulega bara étur líkaminn upp vöðvana og þannig að þú missir styrkið en þú hefur ekki bara stöðuna til þess að standa upp örugglega, ganga örugglega, og þeir svimar frekar og þess vegna ertu líklegri til að detta. Eldra fólk þurfa að hafa þetta sérstaklega í huga. Þó að maður eldist og þó maður sé farin að hreyfa sig minna, þá þurfum við öll að anda og hafa líkamshita og vera með heilastarfsemi þannig að við þurfum nánast sömu orku og þegar við vorum ung og það gleymir svo oft. 911 atvik voru skráð á heilbrigðisstofnunum árið 2023 þar sem sjúklingar duttu á gólfið. Þar af voru 429 sjúklingar yfir 65 ára aldri eða réttæpur helmingur. Í þeim tilvikum þar sem sérstakt mat var lagt á næringarástand sjúklinga reyndist yfir helmingur þjást af einhvers konar vannæringu. Byltuslys eru líka algeng á heimilum. Yfir iðjuþjálfi hjá hjúkrunarheimilunum Eyr, Skjóli og Hömrum segir hægt að grípa til ýmissa ráðstafana til að draga úr líkum á slíkum slysum. Þegar þú ert að taka út íbúðir eldra fólks, hvað er það svona fyrsta sem þú skoðar? Þegar við komum hérna inn með íbúan þá erum við fyrst og fremst að skoða aðstöðuna, hvort það sé ykkur þröskuldar, ykkur mottur og bara aðkoman almennt og hvernig viðkomandi gengur að komast inn. Og hérna erum við með stofuna og hérna búið að koma fyrir svona stöng sem væntanlega á að hjálpa fólki að standa upp og setjast. Já, akkurat. Þessu tilviki þá einstaklingurinn í hjólastól en hann getur verið sjálfbjarga að flytja sig úr sófanum og yfir í stólinn með því að nota þessa stöng. Og á sama tíma þegar fólk í byltuhættu að hafa eitthvað grip og eitthvað hald, þá þetta bara mjög gott tól. Hvað er það sem helst ber að varast? Svona á heimili þá það aðalega mottur á gólfum, helst bara fjarlæga þær, snúrur sem þvert og yfir, mikill byltuvaldur, þröskuldar, þeir geta líka verið svolítið hættulegir og líka bara heimili mikið af húsgögnum, að gangvegir séu svolítið þröngir, það getur líka verið mikill byltuvaldur svona í heimahúsum. Þegar maður kemur inn í svefnherbergi þá erum við að skoða hvernig aðgengi að rúminu, því að fólk þarf að komast jafnvel með gönguhjálpartæki, hjólastóla, eða önnur svona hjálpartæki að rúmi og þá þarf gangvegurinn að vera svolítið greiður og góður og við erum að skoða rúmhæð, við erum að skoða hvort það sé mottur eins og í öðrum rýmum og hvernig einstaklingur bara gengur að komast í og rúmi og stundum þarf stuðningsstöng til að fólk getur verið sjálfbjarga með það. Hérna sjáum við bara típist dæmi gott aðgengi. Hérna verið að nota stuðningsstöng bæði til að auðvelda flutning á salerninu og af salerninu og getur líka nýta til þess að fara hérna inn í sturtuna og þá bæði handfang inn í sturtunni og fyrir utan þannig að einstakling getur verið sjálfbjarga að flytja sig í og úr sturtu.